Andóf píslarsögunar hefur ekki glatað áhrifamætti sínum og þær aðferðir sem píslarsagan boðar eru sígildar. Ofbeldið er ekki þaggað niður eða fegrað, ílskan er máluð réttum litum og fórnarlömbin eiga málsvara sem segja frá. Þolendurnir hafa hátt og skila skömminni til þeirra sem ofbeldinu beita. Yfirvöld gera hvað þau geta í sögunni til að þagga niður, hæða og hræða, en á endanum stendur valdið eftir nakið og opinberað andspænis mennskunni. Þau standa eftir sem halda sannleikanum á lofti. Andófs aðferð páskanna er að mæta illu með góðu, að ganga í friði, í gleði göngu, gegn þeim sem halda á lofti ofbeldi, mannvonsku, aðskilnaði, andúð. Slíkt andóf kostar fórnir. Þau eru æðimörg sem hafa mist lífið fyrir trú sína, í Rómarveldi til forna, jafnt og í samtímanum. Ótal mörg sem hafa gefið líf sitt í baráttunni fyrir mannréttindum, frelsi, jafnrétti og jafnræði. En boðskapur páskanna er að kærleikurinn sigrar alltaf að lokum. Sá eða sú sem á sér draum eins og Martin Luther King dreymdi. Sá eða sú sem er breytingin sem viðkomandi vill sjá í heiminum eins og Gandhi orðaði það. Sá eða sú sem þorir að elska náungan eins og sjálfan sig. Hann, hún eða hán heldur á lofti páskaundrinu í lífi sínu og starfi.